Góðir áhörendur, velkomnir í 97. þáttinn af sjónvarslausum 50. Við sitjum hér í hljóðveri og ætlum að fara yfir atburði liðinnar viku. Við erum aðeins á eftir áætlun, við erum að taka upp á sunnudagskvöldi í staðin fyrir hefðbundna 50. tíman. Það kemur nú til að því að við vorum báðir erlendis undanfarna daga, Sigmundur Davíð í Færeyjum og ég út í Berlínarhreppi. Og það svona einhvern veginn tókst ekki að tengja saman þannig að við næðum upptöku þar á sitt hvorum endanum. En nú erum við báðir mættir hingað heim og spennandi vika framundan, síðasta heila vikan fyrir þingsetningu. Þannig að margt í gangi og þú ert nú á leið í, eða ekki allavega 2 hlaðvarpsviðtöl, ef ekki fleiri. Jú. Það er ein pæling hjá Þórarni Hjartarsyni og síðan til Götustráka. Já. Ég er á leið út af sögu og Til Sölva Tryggva. það er sjálf að Tryggva líka. Já. Enda margt að ræða. Já, Og í þessum þætti þá þurfum við að fara yfir eitt og annað og ég að sleppa sömu, bara vegna plássleysis. bara Það teipið. bættist náttúrulega við þessi helgi Já, vegna, og gerðist nú eitt og annað á helginni. já. Þannig að þú bara leiðir okkur í gegnum þetta. Sko, verður ekki að byrja hjá vinum okkar í Sjálfstæðisflokknum á flokksráðsfundinum? Ef kannski byrjum aðeins á undan. Nú eru ólympíuleikar fatlaðra í gangi og mikið glæsilegum árangri sem íslensku keppendurnir hafa náð. Já. En ég vissi ekki að biturleikarnir væru háðir á sama tíma. En þeir mættu þarna félagarnir og Fílupúkafélaginu Óli Björn Kárason og Brynjar Níelsson vinnir okkar til gíslafreys í þjóðmálum. Já. Og voru svona venjufremur litlir í sér. Já, mér skilst það. Ég var nú enn eftir að hlusta á hann þátt. Ég ætlaði að hlusta á hann við fyrsta tækifærin, er búin að vera á ferðinni og eitt og annað að gera, þannig ég hef ekki náð að hlusta þá en ég hef heyrt sögurnar að því að þeir hafi verið gramir. Það eru eitthvað litlir í sér. Já, og svona miklu leyti kennt öðrum ófærir sínar og flokksins. Já, það er ekki víst að það sé takturinn sem að skynsamlegt er að slá til að koma á fótunum undir sig aftur. Nú höfum við náttúrulega margótt bent þessum 2 mönnum ekki hvað síst á því hvað þeir getur gert til þess að ná sér á strik. Þó auðvitað ættum við ekkert að vera að veita slíkar upplýsingar en við erum alltaf hjálpfúsir og bendum svona öðrum flokkum á þegar að þeir eru ekki að nýta sín tækifæri og það góða í stefnu sinni. Það eru vanrækja það. Af því að við viljum auðvitað sem flestir séu að nýta allt það góða sem þeir hafa. Og það er nú aldeilis, það vantar ekki góð fyrirheit og áherslur í sjálfstæðisstefnuna. Já, eða framsóknar stefnuna eða meira mætti segja VG að það sé nú. Það var margt gott í grunninum á sínum tíma. Á sínum tíma, sko. Nú, þetta er náttúrulega allt orðin gjörbreyttir flokkar. Það voru líka að taka það með í reikningin. Og ég hef nú oft bent á að það myndi gagnast þeim betur að huga aftur að sinni grunnstefnu eða þeim gildum sem að voru nú mjög mikilvæg lengst af í þessum flokki frekar en að vera agnúast út í aðra og kenna þeim ófæri sínar, en ég er bara ekkert viss að allir þarna til dæmis í nýja sjálfstæðisflokknum vilji endilega fylgja þeim gildum. Sumir virðast bara að vilja vera það sem þeir líta vantilega sem nútímalegir og reyna að líkjast samfylkingunni, kannski eins og hún var hérna fyrir einhverjum árum síðan. Já, akkurat. En þetta var, ég vonaði þeim líði betur vinum okkar, Brynjari og Óla Birni. Þeir allavega hittu félaga sína þarna á flokksráðsfundunum á Nordica á laugardaginn. Já. Og gær og þar var miklu tjaldað til. Samband ungra sjálfstæðismanna var nú með auglýsingaherferð þar sem spurt var hvað er planið, greinilega ekki hrifnir af því sem verið hefur að gerast. En sko, Bjarni, þetta byrjar þarna með ræðu formanns, Bjarna Benediktssonar og í blá byrjun þá ákveður hann að tukta þig aðeins til og ég verð nú að viðurkenna, með við tímann sem hann hafði til að undirbúa sig, þá reiknaði ég nú með einhverju svona hnittnara heldur en kom.
það kemur einhverjum á óvart að þú hefur áhuga á gömlum húsum. Nei, What nei, else is new? ég vissi ekki einu sinni að það verið löstur. En já, hann getur oft verið hnýttin, en kannski var hann bara eitthvað illa fyrir kallaður, ég veit Já, það ekki. ég reiknaði með að hlæja upphátt þegar hann fær að skjóta á því, en Já, það hafðist nú ekki, sko. En nægur er efni viðurinn. já, bara trúðu mig, Ég, ég geti setið hér í klukkutíma og slögt á mikrofónunum þínum já, já. og það er reyndar ekki víst að það kemur vel út svona 3 dögum eftir að við setjum þáttinn í loftið. Ég get nú alveg hjálpa hann næst ef hann vill halda áfram eitthvað Já, að ég held að það gera grín. væri fallega gert. En Já, það var eitt, kannski, svona það var auðvitað eitt og annað sem Bjarni sagði þarna, en svona það skein í gegn að bara það hefði gengið vel og öll megin markmið hefði verið að nást og svona og mhm. sem er nú svona, held ég ekki tónnin sem að svona fólk út í bæ var að býja eftir að heyra slegin. En það var eitt Nei. atriði sem að vakti sérstaklega athygli mína og það var það að hann sagði frá því að þú hefðir aldrei komið að honum frá hægri þegar þið voru saman í ríkisstjórn 2013-2016 Mm. og ég tek þessu sem svo að þarna undirstrykjan það sem þú hefur verið að segja reglulega hversu mikið flokkarnir og sérstaklega sjálfstæðarflokkurinn Já, já, hafa svona fikrast inn á miðun og jafnvel til vinstri til vinstri, í já, já, gegnum þannig að þetta 7 ára tímabil vinstri stjórnarinnar já, já. og, Komin til vinstri við miðina á svo mörgum sviðum. og nú upplifir Bjarni að þú sért bara linnulaust að koma að honum frá hægri en kannski er það bara því að hann hefur flotið niður hérna. Er það ekki vandamálið? Ég meina, sjáum það þó að sjálfstæðismennir hafi nú tíma notað þá afsökun að þeir væru í erfiðum félagskap sem að þeir þó lögðu mikla áherslu á að halda áfram að vinna með að, og þess vegna þá þurfu þeir svona að gera mála millen og allt þetta. En margt af þessu vinstra byggsi þeirra er upprunnið frá þeim Já, og þeirra ráðherrum og keyrt áfram í öllu falli af þeirra ráðherrum. kynræna sjálfræðið það er upprunnið á En- landsfundi sjálfstæðarflokksins. Alveg rétt, já. Þeir vildu ekki aðeins börðust þeir fyrir þetta færa allt í gegn eins og vanhugsað þetta var, það var glemtist alveg að hugsa það svona atriðum eins og búningsaðstöðu, salernisaðstöðu, kvenna íþróttum, allt þetta. Glemtist alveg að huga öllu þessu af því þetta var keyrt í gegn undir leiðsögn aktivista fyrst og fremst. En þá vildu sjálfstæðismennir ekki að VG eignaði sér málið alveg og myndu á það Mm. að þeir hefðu nú í rauninni fattað upp á þessu eins og krakkarnir Já, þetta. já. Sjáðu bara borgarlínuna þegar þeir eru myndir á að þetta hafi verið aðalmál samfylkingarinn í Reykjavík. Þá reynaður að halda því fram að þeir eigi nú alveg eins mikið í þessu. Já, óskiljanlegt. En þetta var, hérna, þessi fundur, hérna, ég sem mikið áhuga maður bara, hérna, já, alla flokka á þingi, en kannski sérstaklega að vinna okkar í sjálfstæðarflokknum. Ég hlustaði á ræðurnar hann í gær og, hérna, og Bjarni fór yfir sín sjónarmið og sagði allt bara verið í nokkuð góðu standi og góður árangur að nást víðast hvar. Það er nú sennilega ekki allir að deila þeirri skoðun með honum en síðan komu ráðherrarnir hver á fætur öðrum og Þórdís Kolbrún kom þarna með ræðu og svo kom Guðlaugur Þór og Áslaug Arna, Villi Árna, Guðrún Hafsteins þá held ég sé ekki að gleyma neinum en þetta var svona Áslaug Arna fekk nú svona heyrðist manni svona mesta klappið úr sal en það var svona dálítið spesar hlustum Gulli virtist ekki svona koma mjög vel undir búin Guðrún Hafsteinsdóttir hún hérna lýsti yfir miklum árangri á sínum málasviðum en upplýsti nú ekki með hvaða hætti hún ætlaði að afgreiða mál vararíkissaksóknarar Já, nú er 5 vikna afmæli þess máls og enn er ráðherrann að hugsa búin að leita sér ráðgjafar innan ráðuneytis og utan og já, bara alheiminum og já, að því virðist einhvers staðar utan úr alheiminum líka og býður enn eftir því að skilabúðin berist þaðan og getur þess ekki ákveðið sig í máli sem ætti nú að vera tiltölulega einfalt. Já. Þú ferð ekki að setja mann af fyrir að hafa í rauninni gert skyldu sína gagnvart samfélaginu með því að benda á okkur grundvallaratriði, augljós grundvallaratriði myndi ég segja
óheillavænlega þróun sem að við þurfum að hafa ágjur af. Gerði það mjög hóflega. Þú verður ekki að setja mann af fyrir þetta. Nei, nei, það væri fráleitt. Þetta duga bara eitt símtal sama dag til þess að segja þau, viltu nokkuð vera að leggja þetta fram, draga þetta nú bara tilbaka. Og hver verða skilabúðum gagnvart þeim sem á eftir koma? Já, já. Mm. Það er vandamálið og líka skilabóðin bara almennt til þeirra sem að þekkja til á sínu sviði og gætu viljað vara við einhverju sem að þurfið að laga, þurfið að huga að. Það er fólk hugsanlega verður þá hrættara við að Já, já, tjá sig, hrættara við að koma með ábendingar getur ekkert annað gerst. og við þekkjum dæmi við erlendis eins og af lögreglu sem að hefur jafnvel bara látið hjá líða að takast á við risastór afbrot Mm. af ótta við það að fá sem einhvern stimpil, Já, já, já. bara ásökun að þessi fordóma fulli eða eitthvað slíkt. Það næði til þess að þakka niður í mönnum og þekkt er þetta dæmið misnotkun ungra stúlkna í þúsundavís í mörgum borgum Bretlands. Já, já. Það er rannsakað Þýskaland. og Þýskaland líka og í báðum tilvikum kemur bara á daginn að lögreglan hafi bara verið smeyk við að tjá sig Akkúrat. af ótta við þennan stimpil Já, já, nákvæmlega. og látið þá bara hjá líða gera neitt í málunum. En síðan hérna í ræðuna spjallna þá upplýst hann að hann hefði ekki tekið neina ákvörðun næsta hring, ef svo má segja, hvort hann ætlaði sér að leiða flokkin áfram eftir næsta landsfund, Já, en að hann myndi upplýsa það tímanlega hver ákvörðun hans yrði. já, Og kannski það áhugaverðasta þótti mér koma fram á Sprengisandi í morgun, þar sem Þórdís Kolbrún mætti í viðtali á Kristjáni Kristjánsinni og má eiginlega segja að hún hérna svona hún hlýtur að hleypa öllum hestunum af stað með þessu sem að á annað borð hafa áhuga á að vera næsti formaður Sjálfstæðisflokksins. Ég var að hlusta hérna á klippuna, það sem að örstutt klippa. já ég gerir ráð fyrir að þú ætlir að spila lokabútin en Já. áður en þú gerir það Mm. þá sá ég að í viðtali eftir fundin Mm. þá var hún spurð út í það hvort að hún gæti sér að bjóða sig fram ef Bjarni myndi hætta Mm. og hún svaraði því bara fannst mér vísna opinskátt og já, hún ætlaði að gera það og þó fylgdi ekkert svona, við vitum ekki hvort Bjarni er að fara að hætta eða eitthvað slíkt og sama þannig í viðtalinu uh, þegar hún er spurð að henni er bent á að ræðan hennar þarna á flokksráðsfundinum hafi hljómað eins og framboðsræða á einhvern veginn orðan þannig að það mætti túlka það þannig Mm. og svo kemur atriði í lokin sem ég heldur sér að fara að spila Mm. settu það í gang. Setjum þetta í gang. Og í næstu kosningum þá verður Þórdís Kolbrún leiðtogi Sjálfstæðisflokksins. Ég vona það aftur kom ljós. Það er að koma í ljós. Þetta er athyglisvert, svo ekki sé meira sagt. Það er ekki hægt að lesa hana út úr þessu en að varaformaður Sjálfstæðisflokksins voni að formaðurinn hætti fyrir næsta. Já, það virðist vera merking þessar orða. Það er hérna og þetta þýðir það að Áslaugu Arna, Guðlaugur Þór og hverju þeir sem kunna vera út í bæ að velta þessu Já, fyrir þeir í rauninni, enginn þeirra getur annað en sett sig í gírinn núna og farið að undirbúa formannsframboð sem munið þetta svona setja formanninn Bjarna Benediktsson í mjög sérstaka stöðu næstu mánuði. Hvernig Hersingin atvikast er komin á fullt. þetta verður loftslagsskuli og vókstelpurnar segiru en bætast á enn fleiri við eða munu verða einhver bandalög þannig að það verði bara tveir í frambúði ef Bjarni hættir er ekki kosið í tveimur umferðum, það hlýtur að vera hjá Sjálfstæðisflokknum. Nei, það Er bara kosið í einn er umferð? bara hvað sé einu umferð, sko. Nó, Nei, það það er áhugavert. Já, já. Ég held ég muni það rétt. Þannig að þetta verður sko Gulli vonar væntanlega að bæði Þórdís og Áslaugu Arna gefur kost á sér. Já, Það er takið þá hvor frá annari meir en frá honum já, og svo gæti náttúrulega einhver utan að komið þarna til viðbótar. einmitt. Þetta, svona það að varaformaðurinn svona slái með þessum hætti í klárin í þessum viðtali í morgun,
það hlýtur að setja þetta allt á full swing. Já, já, það hlýtur að gera það. Og ef að þetta verða umhverfis og loftslagsráðherrann, Guðlaugur Þór, og önnur af ungu konunum, Mm. Áslaugu eða Þórdísi, og það kemur einhver þriðji utanfrá, Mm. ekki endilega utanfrá, það geti einhver þingmaður Jú, jú, komið jú. sér fram og smálegt. Ásdís Kristjánsdóttir. Já, já, til dæmis. Hún svona tók ekki alveg fyrir það í viðtali í spursmálum en Nei, komum nú kannski betur en á þá eftir. já, já, orðað einhvern veginn þannig að hún væri ekkert að huga því núna. En hvernig breytir það dýnamíkinni ef hægt er að tala um að það séu þarna einhverjar fylkingar? Það fer væntanlega eftir því hver þessi þriðji eða fjórði Já, 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 væru. já, já. Þetta það er svona, það er erfitt að ráði þetta núna en ég myndi telja alveg örugt að Guðlaugur Þór láti slag standa aftur, sko, þegar hann náttúrulega gaf kost á sér á móti Bjarna á síðasta landsfundi Mhm. og það er þekkt ágætlega smurð kosningavél sem að hann hefur á sínum vegum. Já, Hefur haldið sér við með þáttöku í biskupskosningunum núna nýlega og fleiri já, alveg rétt. fleiri uppákomum og ábyggilega ég var í forsetakosningunum sömuleiðis. Já, Þannig að það er vel smurt allt saman og ég held að þetta geti orðið svona áhugavert tvist inn í allt sem að framundan er, hvað það varðar að fyrir Bjarna að halda einhvern veginn þessu ríkisstjórnarsamstarfi í einhverju jafnvægi. Mhm. Hægt er að tala um jafnvægi í einhverju samhengi núna þegar já, allavega nafninu til menn fara frá því að vera vinstri stjórn undanfarin 7 ár í það að vera stjórn undir forystu Sjálfstæðisflokksins, en maður hefur ekki séð miklar efnislegar breytingar í sjálfu sér, sko. Ég meina það er dómsmálaráðherra flaggar því að það þurfi breytingar á útlendingalögum strax aftur í haust Mhm. og formaður Vinstri grænna starfandi tilkynnir að það sé liggi nú ekkert á því, það sé ekkert forgangsmál. Þannig að þetta verður mikil svona jafnvægislist sem að Bjarni þarf að stunda næstu vikurnar á mánuðina og fær síðan kannski ofanálag Já, þennan innri slag flokksins gagnvart formensku ákveðan að stíga til hliðar. það er nú, ég myndi að segja alltaf að nefna, hann er settur í svona erfiða stöðu með því að þetta færi af stað strax núna. Hann segist ætla að sitja sem fórstæður út kjörtímabilið og það er þá meira en ár Mm-hmm. í kostningar og ef að allar þessar væringar er mér óvægt að nota það orð fara af stað innan flokksins og hann þarf að hugsa um það á sama tíma og hann er að reyna að halda saman þessari sérkennilegu ríkisstjórn, þá er það nú kannski ekki öfundsvert hlutverk. Nei, þetta Það er kannski ekki það sem hann vildi að kæmi út úr þessum fundi. Nei, alveg örugglega ekki og mér hefur þótt svona allavega hvað fréttir varðar af fundinum, þá hefur svona ég er ekki viss um að sko fundamenn hafa allir lappað mjög svona hvernig er best að orða það svona með von í hjarta og svona uppveðraðir út af þessum fundi. En kannski gerist það er alltaf gaman að hitta félaga sína. Já, Hvernig orðaði Guðlaugur Þór það í ræðinu sinni? Vandamálið er ekki fólki hérna inni, ekki fólki í flokknum, vandamálið er fólki sem er ekki lengur hérna, ekki lengur í flokknum. Og í þessu er auðvitað mikil gagnrýni á forystuna. Það er alltaf hægt að lesa annað í þetta en að þarna sé verið að segja, heyrðu, þið ágæta forysta hafi mist frá okkur stóran hluta þess að við töldum kjarnafylgi okkar já, og
og það er nú eflust það sem að súsararnir voru að segja í auglýsingum sínum þarna á auglýsingaskiltum í kringum fundarstaðinn. Mhm. Hvert er planið, hvað næstu skref var þar? Já, já, þetta getur alveg orðið líflegt, skulum við segja, og saman tíma stefnir núna það styttist mjög í landsfund, heldur kallað það núna hjá Vinstri grænum. Já, já, 8. október ef ég man rétt. Já, Þá tekur Svandís flokkinn. já, við gerum ráð fyrir því og ég man nú ekki hvenær er það hvort Framsóknarflokkurinn ætlar að halda flokksþing, en það er aldrei að vita nema það verði einhvað um að vera. Já, já, það er ekki útilokað. Herðið, við skulum láta þetta gott heita flokksráðsfundi Sjálfstæðisflokksins og bara við vonum að Óli Björn og Binni verði brattari heldur en þeir voru í þjóðmálaþættinum í síðustu viku þegar við hittum það í þingin í næstu viku. Já, já, við reynum okkar besta til að resa það við. Já, já. Herðið, við verðum að færa okkur yfir í að því við ég nefndi Ásdísi Kristjánsdóttur áðan í samhengi mögulega næsta formann Sjálfstæðisflokksins. Ásdís var með Davíð Þorláksson í spursmálum í vikunni hjá Stefán Einari og það er nú það var mjög áhugaverður þáttur að hlusta á og það svona á mér aðeins og óvart að Ásdís skildi setja sig í þá stöðu að vera svona einhverjum marki að verja borgarlínu hluta samgöngusáttmálans sem fulltrúi sveitarfélagana en að sama skapi þá er þetta sko gagnrýndún kostnaðar þróun og þarfamdi göttunum en þetta er eiginlega alveg ótrúlegt að þessi uppfærði samgöngusáttmáli sem nú á að kosta 311 milljarðar og enginn veit raunverulega hvernig á að borga á endanum. Það er talað um það að það eigi að koma hér sko tafagjöld á íbúa þegar þá sem nota samgöngumannvirki á höfuðborgarsvæðinu og það mennur að reikna sig í það að það geti verið að halla í 250-300.000 í eftirskatta peningum á ári á meðal fjölskylduna. Já. Og þetta er allt einhvern veginn svona, þetta atvikast bara einhvern veginn. En nú er svona lausnin í því að þetta á ekki að leggjast á fyrir árið 2030, sem er einhver 6 ári í þann tímapunkt. Ég held að það væri eftirspurn eftir því að menn bara stíu frá borðinu, svona tækja aðeins svona meiri yfir sína nálgun á þetta, svona dálítið eins og á þeim nótum sem við höfum verið að tala alveg frá byrjun, að menn nálgist þetta út frá því að fara vel með skattpeninga, ná sem mestum árangri fyrir hverja krónu sem varið en menn verði ekki einhverjum trúabrögðum eins og borgarlínan blasir við að sá hluti samgöngusáttmálans er orðin. Ég hlustaði hérna á viðtal ritstjórans Snorra Mássonar við Dóra DNA. Ég hélt alltaf hann héti Dóri Dína. Það var víst misskilningur hjá mér. En Dóri DNA, hann virðist vera skráður í borgarlínukirkjuna því að það var einhvern veginn bara það mátti ekki ræða neitt, þetta var bara eina lausnin og án þessa þá færi allt til fjandans og þetta er svona sami tónn maður hefur heyrt frá svona hverjum talsmanni þessara lausnar á fætur annari en þegar sko menn eins og Þórarinn Hjaltason samgönguverkfræðingur sem er nú einhver mesti reynslubolti sem við eigum í þessum efnum. Það var árum saman verið að tala fyrir skynsamlegri, hagkvæmari, ódýrari útfærslum sem skila sambærilegum árangri fyrir almenningssamgönguhlutann en miklu betri fyrir stofnbrautarhlutann og flæði almennrar umferðar sem það er auðvitað þannig að flestir nota þetta fjölskyldubílinn sinn og vilja gera það áfram. En það var eitt sem ég bara því skítunni í kollina með núna í þessu viðtali við Dóra DNA þá spurði Snorri Másson hann hvort að það væri ekki líkur til þess að lausnin fættist svona bara með sjálfkerandi bílum innan ekki langs tíma en Dóra þótti það alveg fráleit hugmynd sko, því að það væri svo vont veður á Íslandi að þessi sjálfkerandi bílar það myndi aldrei ganga upp sko. En sko
þetta vonda veður átti ekki að hafa neina áhrif á það að fólk norpaði hér í biðskýlum Það er mitt. borgin að býða eftir næsta strætó. Á leiðinni að skutla krakkarnum í skólan og síðan þaðan með annan á leikskólan og svo í vinnuna Og vinnuna og fatareinsunna Já. og búðina í bakaliðinni og Já. þetta allt saman, sko. Þannig að þetta er einhvern veginn, Þetta er þessi skortur á raunveruleika tenging Já, sem já. einkennir nútíma stjórnmálin og snýst allt einhverja ímynd. en annað sem þið þótti athyglisvert í þessum spursmála sem kom þar fram voru í rauninni kostnaðatölurnar sem að reksturinn er að kalla fram. Tapið, svo voruð hann bara þannig, Já. tapið á strætó eins og hann er rekinn í dag. Þetta verða alveg svakalegar tölur. Árlegi hallinn þegar borgarlínan verður Já, já. ofanarlega komin í gagnið og ég kann ekki skilið annað á Ásdísi þarna eins og viðtali en að sveitarfélögin skildu það sem svo að það er sest niður aftur til að semja viðbótar greiðslur ríkissjóðs Já, já. þegar borgarlínan kæmist í starfsemi ofan á þetta og mér sýnst þannig að þetta eru ég held að menn séu að skrifa þarna ekki skrifa, afhenda einhvern staðsta óútfyllta tékka sem eru þetta gúmmítékki í dag, þetta eru Já. peningar sem er ekki til Einmitt. sem á að setja í þetta. Tímanlaust er hann það. Og þarna stendur til að reka tvöfalt strætisvagnakerfi. Já, já. Það er gerð sem gerir sig grein fyrir því. Það er að koma þessi nýji strætó sem kallaður er borgarlínan og hefur þann kost helstan að mati þessa fólks að hann er að þrengja annar umferð. Ekki að taka einu umferð, eina akrein í hvort átt. Og þá að reka þetta en annað strætisvagnakerfi leið til þess að safna fólkinu í hverfunum Það er gott veður, það Já, já. er gott að þurfa að fara inn í tvö kerfi. og keyra það þaðan á borgarlínu stoppistöð og það er nú þekkt hversu erfiður rekstur strætó er og hefur verið lengi og við höfum rifjað hér upp samkomulag ríkisins frá 2011 held ég að verið 2012, ég fór rátt með það í síðasta þetta. Já, það að ríki tækja sér í 10 ára að niðurgreiða strætó milljarð á árið eða svo. Það átt að skila fjölgun farþega og betri nýtingu strætisvagna árangur með engin. Svo framlengdi þessi ríkisstjórn þetta þegar það rann út til annara 10 ára held ég að verið og nú á bara að bæta í rekstur ríkisins á þessu óhagkvæma kerfi sem sé kerfi sem er rekið með að minnsta kosti mjög verulegu tapi. Hvað skila miðagjöldin aftur fjórðungi eða þriðjungi Ég er bara verið að veikina, ég man það ekki. af rekstrakostnaðanum. En svo að bæta hinu við og skella þessu öllu meir og minna á ríkið skattgreiðendur allt land og eins og kemur nú fram í 150 atriðunum sem við fórum yfir hér í þættum daginn þá á sama tíma að gera það dýrara og erfiðara að eiga og reka bíl Já, já. sem er beinlega sem markmið að það verði dýrara og þá neyðist allavega hinn efnaminni til þess að selja bílinn og fara í þennan nýja strætó. Talandum loftslagsaðgerðirnar 150, þá er í dag 3 vikur eftir af umsagnarferlinu, þannig að ég hvet þá sem er að hlusta til þess að skoða plaggiðin á samráðsgottsstjórnvald og gera athugasemdir. Ég skrifaði pistilum út í Morgunblaðið í vikunni og það er full ástæða til þess bara bændur að fara í gegnum með hvaða hætti hortur til þess að draga úr ræktarlandi og þar hafum til gottorum. Kostnaður á viðrekstur ökutækja, síaukin, kolefnisgjöld og svona mætti lengi telja áfram. Svo ættu náttúrulega samtök atvinnulífsins og hinn á þessi samtök að senda frá sér öflugar og vel í grundaðar athugasemdir. Já, en mæti ekki þegar allur skaðinni skeður og spyrja hvernig geta stjórnvöld
innleitt svona mikla vitleysu. akkurat, sem að menn í húsi atvinnulífsins hafa nú reglulega lent í undanfarin ár, Já, að hérna hafa svona kannski ekki einhverju marki kannski er þeim vorkunn, já. er þannig Og og umfangið að þeir skrifa oft sínar umsagnir þegar þeir eru að fylgjast með já, og spotta eitthvað málið, þeir eru beðnir um að skila umsögn. mm, En, en þeir mættu vera meira vakandi fyrir þessum möguleika að skila umsögnum í samráðsgáttina, því að það er farið að nota þessa samráðsgátt af hálfu stjórnvalda, hefur mér sýnst, til að svona að segja síðan þegar málið kemur inn í þingið, já, þetta er búið að vera í samráði í samráðsgáttina. Getið því þessari nefnd ekki bara Já, við þurfum ekki að eigða miklum tíma í þetta í nefndinni. einmitt að hérna, þetta er nú málið og einhvern veginn bara rétt eins og þetta málans Gulla með 150 loftslagsaðgerðunum, sko það átti fyrst að vera sko með umsagnarferlið í gegnum hásumarið sko, Já, já, og svo eftir gagnrýni þá var nú framlengt 5 vikur, en þetta er bara eins og bara þegar Reykjavíkurborg vill fá fram í gegn eitthvað skipulagslegt sem þrengir að flugvöllum í Vatnsmýrinni, þá er það iðulega með umsagnarfrest einhvern tímann miðjan júlí, já, já, og hérna þegar allir er í fríi og veita hlutum ekki athygli. einmitt. En þetta með hérna með borgarlínuna og svona þessa trúarkirkju sem að þar virðist vera að byggjast upp, þetta er ég hræddur að verði verkefni næstu mánaða og missera að slást við, því að af nóg er að taka þar. En kannski örsnögt áður en að við yfirgefum þetta samtal Ásdísar Kristjánsdóttur og Davíðs Þorlákssonar, að það þótti athyglisvert að Ásdís talar hérna á þeim nótum og ég skildi það þannig að sveitarstjórar eða bæjarstjórar allra sveitarfélagana, nágrannar sveitarfélaga höfuðborgarsvæðisins vilji útvíkka þessi svokölluðu skipulagsmörk höfuðborgarsvæðisins. Já, Öll sveitarfélögin nema Reykjavík sem hefur neitunarvald gagnvart slíkum breytingum. Þetta er auðvitað alveg graf alvarleg staða ef það er þannig að Einar Þorsteinsson og Kó í Reykjavíkurborg geti í rauninni verið þessi valdandi að þrýstingur á hækkun húsnæðisverð er meiri heldur en það þyrfti að vera. já, það er bara ekki hægt að sætta sig við þetta. Þannig að þetta er eitthvað sem að sko verður að hérna, koma til skoðunar og mér þetta bara beinlínis fráleitt annað en að þingið taki þetta upp og ræði sko, því að ef að stærsta sveitarfélagið á höfuðborgarsvæðinu, Reykjavíkurborg sjálf, ætlar að halda hinum sveitarfélögum og væntanlegum íbúðarkaupendum í gíslingu með þessum hætti, þá er það ekki til þess sem að regluverkið er hugsað, held ég að sé nokkuð ljóst. Já, þó þetta kalli á lagabreytingu hugsanlega, þá er þetta bara það stórt mál að þá þarf að fara í það og raunar mætti ganga lengra og bara skylda sveitarfélögin til þess að bjóða upp á lóðir. Þetta geta þau kannski ekki öll, en það er hægt að gera slíkt og hefur verið gert innan einhverja eðlilegra marka. Sjáu nú bara ruglið. Nú er búið að skrifa undir hennar samgöngusáttmáli upp á 311 milljarða. Að ekki hefur verið nýtt tækifæri til að setja svona til að, já, hvernig skal orða það, hvetja, þvinga Reykjavíkurborg til annarkvort láta af þessari þvælu afstöðu sinni, nú eða bara keyra sjálf mjög ákveðið á auki lóðaframboð, að menn tengi slíkt ekki saman við uppfærsluna á þessum samgöngusáttmála. Það er einhver óskiljanleg samningatækni. Það er bara eins og bara mönnum sig ekki sjálfrátt. Menn bara skriðu undir samning upp á 311 milljarða, Dagur B. Eggertsson baða sig í kampæni í 2 sólarhringa til að fagna allsherjar sigri gagnvart Sjálfstæðisflokknum og menn biðja ekki neitt í staðinn. Þetta er óskiljanlegt og það hefur bara greinilega ekki verið nein samningatækni þarna, hvorki nú en já fyrri stigum þegar menn hafa verið að fást við þetta höfuðborgar samkomulag eða ræða flugvöllin eða annað. Það er bara lúffað fyrir borginni og menn kannski kaupa bara glæru sýningarnar sem að eru borðnar á borð fyrir þá eða einhverjar skýrslur frá embættismönnum borgarinnar sem að þá embættismenn ráðuneytanna kannski bara láta segja sér að
séu einan leiðin og nútímalega leiðin. En pólitíkusarnir, þeir spyrja ekki spurninga, þeir virðast ekki vera með neina samningatækni þegar kemur að því að útdela endalausum peningum skattgreiðenda. Það er bara umbúðamennskan sem ræður ákvörðanatökunni, ekki raunveruleikatengingin. Og þetta getur ekki gengið svona áfram því þetta er orðið mjög dýrt fyrir samfélagið og birtist á öllum sviðum, meðal annars á húsnæðismarkaðnum. En talandi um umbúðamennskuna, þá skulum við færa okkur yfir í menntamálin og stöðu Ásmundar Einar Daðasonar sem að súrnar jafnt og þétt. Umboðsmaður barna hefur verið venjufremur hvassyrtur í garð ráðherrans og lítur svo á að þetta sé í rauninni óafsakanlegt og óviðunandi með hvaða hætti ráðherran hefur svona farið með málir tengjast sérstaklega grunnskólanum, skýrslugjöf til þingsins, lögbrot í þeim efnum og fleira slíkt. Og eins og umboðsmaður barna segir að ekki verið unað við óvissuna undir stjórn ráðherrans Ásmundar Einar Daðasonar. Þetta segir í 9 bréfi frá embættinu sem stílaður á barna- og menntamálaráðherra og er reifað hér fyrir neðan. Þetta er frétt í Morgunblaðinu. Fín frétt sem Skúli Halldórsson skrifar. Og það er nú bara sérstaklega sagt sko að svör ráðherrans Ásmundar Einars við fyrra bréfi umboðsmanns hefði bara síður en svo slegið á áhyggjur og þetta er einhvern veginn þau virðast einhvern veginn vera á einhverjum flótta undan sjálfu sér sko. Svo kemur nýr forstjóri þessara 9 stofnunar sem tók við af menntamálastofnun. Ég er ekki ennþá búin að læra hvað hann heitir, stofnunin það er að segja. Það er eins og þau séu svona bara vona að þessi umræða klárist og þau komst í skjól aftur, en sko það eina sem skiptir máli er að þetta málin fari til betri vegar. Og það er alltaf í öllu falli greinilegt að umboðsmaður barna hefur ekki fengið neina ró í sitt hjarta hvað þetta varðar í gegnum sumarið. Nei, en bara gott hjá umboðsmanni barna að passa på börnin þegar að barnamálaráðherrann er ekki að því vilja alveg með á nótunum á því sviði. En þó maður ætla ekki að rekja spursmálaþáttinn í síðustu viku alveg í þaula og í smáatriði þá var Ásmundur Einar í þeim þætti og Stefán Einar svona þjarmaði vel á honum þar, en ég er ekki ennþá búin að mér hefur ekki gefist tími til að skoða hvað það er sem Ásmundur Einar er að vísa til. Ég held að hann hafi í 3 talað að Alþingi hefði með öllum greiddum atkvæðum samþykkt að fara í þá vegferð að innleiða þennan matsferil og í þeirri samþykkt hefði sömuleiðis falist að fella niður samræmdu mælingarnar og samræmdu prófin þetta allt saman. Ég ætla nú bara fyrir næsta þátt að vera búin að skoða hvað í veröldinni það getur verið sem að ráðherrann er að vísa til þarna. Já. Ég held að hann sé að fara dálítið frjálslega með mat og atkvæðagreiðslu gagnvart einhverju sem sagði eitthvað annað heldur en hann segir þetta sjálfur. Já, sýnist mér eða heyrist. Já, ég held að það sé, ég er næstum því alveg vissum að ráðherrann er að hoppa þarna á þunnum ís. En færum okkur yfir í annar ráðherra. Við höfum ekki fyrst left orðinu varðandi 150 aðgerðaráætlun Guðlaugs Þórs, en hann var búinn að skipa 13 manna verkefnisstjórn loftslagsaðgerða sem á að hafa það verkefni að fylgjast með og sinna eftirfylgni gagnvart því að þessi 150 atriði nái fram að ganga. Stundum finnst mér bara eins og þessi ríkisstjórn sé komin í það að gera grín að sjálfri sér. Já, þetta er orðið svo ýkt, sko. Heyrðu, en málið er, sko, væri ekki ágætt að leyfa sko málinu að klárast í gegnum sko samráðsgátt, ekki Alþingi, samráðsgáttinu sem er sko undirbúningsferli, áður en þú fer að skipa sko ef einhver heldur að það sé raunverulegt samráð í gangi og það sé ætlunin að sko íhuga að fella út eitthvað þessum atriðum á grundvelli gagnrýni og þar fram til göttunum, þá endurspeglast það nú bara á þessu að það er engin meining á bak við þetta sýndarsamráð sem að þessi ríkisstjórn síðustu 7 árin hefur nú sérhæft sí. Já, þetta er ekki fyrst og ekki annað skipti sem að búið er að taka einhverjar ákvarðanir og jafnvel hefja undirbúning að þeim eða framkvæmd
án þess að þingið hafi afgreitt það eða jafnvel rætt það. nei, akkurat. Og já, nýjasta dæmið er kannski fyrrnefndur samgöngu sáttmáli sem er kynntur hennar rétt á þennan að þinga og koma saman Já, já. án þess að þingið Ég hef ekki bara skrifað undir hann. skrifað undir hann án þess að málið hafi verið tekið fyrir í þinginu, þó höfum við spurt eftir því hvort að það er ekki öruglega gert. Það hefði verið gefin fyrirheit það ítrekuð, ekki hvað síst frá Bjarni Benediktssyni þegar við vorum að ræða fyrri útgáfu sáttmálans sem að við gagnrýndum nú mjög á sínum tíma að myndi ekki standast. Og þá var alltaf svarið þetta: já, sko, það mun ekkert gerast nema þingið komið að því. Einmitt. Hverju skrefi? Þannig fórum sjóferð þá. Þannig fórum sjóferð þá, já. Þetta er nú eitt til hugar með tölum saman hérna, bara svo ég gleymi því ekki. Hérna, einhverjum sveið þegar við vorum að kalla mannréttindastofnunina Mannréttindastofnun VG. Það væri nú ósanngjarnt, þetta væri nú allt eins Mannréttindastofnun Sjálfstæðisflokksins og fleiri furðu kommentféllu. Annað dæmi um það. Hvað var gert núna í sumar? Heyrðu, mannréttindamálin voru færð frá forsætisráðuneytinu yfir til Mumma. Mannréttindamálin voru færð yfir til þarfandi formanns Vinstri grænna. Þau voru sko ekki færð yfir í dómsmálaráðuneyti þar sem þau voru alltaf. Þangað til Katrín Jakobsdóttir gerði kröfum og fóðu til sín. Það er búið að færa mannréttindamálin úr forsætisráðuneytinu yfir í félagsmálaráðuneytið, þar sem Vinstri grænir ráða ríkjum. Ef einhver veltist í vafa það að mannréttindastofnunin væri mannréttindastofnun Vinstri grænna, þá þurfa menn ekkert að velta því fyrir sig lengur. Já, þann hluta mannréttindamála sem var í forsætisráðuneytinu. Já. Þetta þarf ekkert að koma neinum á óvart. En þó var þetta, eins og þú nefndir, enn eitt af þessum málum sem að Sjálfstæðisflokkurinn eða þingmenn hans stökkva fram til þess að minna á að þeir eigin og sitt í. Já. Þú stóðst með ritdeilum og ég meðal annars við þingflokksformann flokksins það mál. Já. En þetta var nú útúr, þetta var bara þessu skauti. Já, en þetta er allt svona. Og hvað gerist núna þegar þingið kemur saman? Hvernig eiga þessi flokkar að ná saman um nokkuð skapaðan hlut þegar að skotin hafa gengið svona á víxl í aðdraganda þingsetningar yfir sumartíman? Kannski nægir Stokkólms heilkenni Sjálfstæðisflokksins sem að nefnt tíma kalla sem svo til þess að VG fá að klára einhvað í viðbót. Ég veit það ekki. Og kannski bara minnir Sjálfstæðisflokkurinn aftur á að það sé nú hann sem að hafi átt hinnar og þessar vinstri hugmyndindar sem að verða þá hugsanlega innleiddar núna á næstu vikum og mánuðum. Þetta var útúrdúr úr loftslagsmálunum að skula. Það er mjög ánægilegt. Albert Jónsson, fyrrverandi sendiherra, er farin að skrifa á fullu. Og ég bara vil hvetja þá sem að hlusta á þáttinn til þess að fara á heimasíðu Alberts og lesa þar greinar hans loftslagsmál. Þar sem hann er að miklu leyti að segja það sem við höfum verið að tala um í 7 ár. Já. Og eins og segi bara að minnka áfram losun gróðurhúsalofttegunda verður hins vegar miklu dýrar á Íslandi en annars staðar, einmitt vegna þess hver hlutfall endurnýjanlegrar orku er hátt. Þetta er akkúrat málið. Staða okkar er ekki svo gjörólík. Ég kom nú inn á þetta í pistli mínum í Morgunblaðinu í vikunni. Já, við höfum oft bent á þetta. Ég nota einhvern tímann samlíkinguna teygju, að toga í teygju. Það er miklu erfiðar að lengja hana þegar út búin að toga mikið heldur en þú ert að byrja. Akkúrat. Svo var ágætið samlíking frá einhverjum marathon hlauparan versus áhuga mannin í marathon. Það er auðveldara fyrir þannig sem er að byrja að bæta sig. Var þetta Heiðrún Lind minni með að hafi verið með samlíkingunum marathonlauparan Já. Og bara, ég man þegar ég satt í stýrihópnum sem skrifaði eða gerði drög að fyrstu fjarskiptaáætluninni einhvern tímann upp úr aldamótunum, þá minni mig að hlutvöldin hafi verið þau að sem sagt, síðustu 5% af þjóðvegakerfinu eða hringveginum, hvað varðar GSM-samband,
Já, Síðustu 5% minni mig að hafi kostað jafn mikið og fyrstu 95. já, já, Þannig að loka hnykkurinn er svo dýr já, já. að fara inn ofan í allar lægðir og dali og skuggasvæði. Þannig að þetta er staðan sem við erum í sem þjóð vegna þess hve mikill árangur hefur náðst á fyrri stigum. Og Já, að já. vera að bera saman þjóð sem er með 85% af sinni orku úr endurnýjanlegum orkugjöfum við já. meðaltali í Evrópusambandinu er einhver rúm 20% ef ég man rétt. Og sko 100% af raforkunni nánast þar sem að í öðrum löndum er kannski megin áherslan á breytingar á raforkuöflun Já, já, akkurat. með vindmyllum og einhverju slíku sem að menn vilja nú fara að byggja hér upp allar koppakröndir. Já. En já, þetta er einhvern veginn allt á sömu bókina lært. Heyrðu, síðan við erum búin að nefna að það er enn beðið eftir afstöðu dómsmálaráðherra til málefni vararíkissaksóknara. Það verður forvitnilegt. Nú hlýtur þetta að fara að bresta á. En það er annað sem að svona til hennar fríðar heyri sem að eru þetta sínu alvarlegra heldur en flesta það bárust hræðilega fréttir í gær af því að stúlkugreið sem var stungin hér á menningarnótt hafi látist af sárum sínum. Ríkalegt, sko, maður getur alltaf hugsað um þetta en Þetta er alveg svakalegt. maður verður líklega að gera það til þess að það sé hægt og vonandi að koma í veg fyrir að þessi þróun haldi áfram Já, já. og þetta verði þá til einhvers til þess að bjarga fólki í framtíðinni. En sko ég held að sko nú heyrum við af sko vopnaburði stungu árásum alveg linnulaust. Hvað eru þið orðin 10-11 morðin á síðustu 1,5 árinu á Íslandi? Þetta er allt saman tölur og svona samhengi sem að við áttum ekki var ekki hinn íslenski raunveruleiki. Nei, það hafa svo margir óhugnanlegir atburðir gerst að undanförnu, finnst mér að svona það er eiginlega tölfræðilegur ómöguleiki að það sé ekki undirliggjandi breytingar sem að Já, já. þarf þá að reyna að kortleggja og laga. Bregðast við. Já, bregðast við. Og það er þetta samhengi hlutana sem að við verðum að leyfa okkur að skoða og ræða til þess að eiga einhvern möguleika á að leysa málin eða færa þau til betri vegar. Já, já. Og þetta er eitthvað svo óhugnanlegt og bara venjulegt fólk og þetta stendur algjörlega varnarlaust gagnvart þessari þróun sko. Já. Þannig að það er maður verður að reikna með því að dómsmálaráðherra verði þungt hugsi hvað þessi mál varðar og mögulegar aðgerðir í þeim efnum en auðvitað hlýtur fremst í röðina að vera það að gera lögreglunni kleift að takast á við vandan með þeim hætti sem raunhæft er. Já. Við megum ekki vera nálgast þetta af einhverjum einfeldningshætti og barnaskap. Þetta er grafalvarleg staða sem að virðist jafnt og þétt vera að versna. Já, já. Og ég meina það er búið að vara við þessu í öllum skýslum ríkislögreglustjóra frá 2017. Skýrslan 2017, 19, 21 allar uppfullir Það er neyðarkall aftur og aftur frá ríkislögreglustjóra þróunina. Já, þannig að þetta er eitthvað sem að verður að koma til ígrundaðrar umræðu í þinginu núna í haust og það þarf að í rauninni að nálgast máli þannig að það þurfa að gera það sem þarf til að færa mál til betri vegar, því þetta er óásættanlegt. Heyrðu, en erum við ekki að verða nokkuð góðir? Jú, ég hugsa það. Við verðum nú með næsta þáttir ekki á tilsettum tíma. Jú. Ekki að gera ráð fyrir því. Báðum mætti til landsins og klárir í slaginn. Það er auðvitað búið að vera býsna margt í gangi. Ég reyndi nú svona aðeins að vera rólegur þess að seinni 2 vikur í ágúst svona meðan Lotta Óskar hjá mér sem býr út í Berlín og nú er allt komið á fullt. Já. Og þetta eru spennandi vikur framundan og miðað við hvernig mál hafa verið undanfarin misseri milli ríkisstjórnarflokkana
þá eru þessar skilaboðin sem koma af flokksráðsfundi Sjálfstæðisflokksins helgina og flokksráðsfundi eða hvað það heitir nú hjá Vinstri grænum núna eftir rúman mánuð. Þetta verður ábyggilega ekki allt saman einfalt að lempa. Nei, við bara sleppum útlandahotnin í dag held ég, við erum með nógu mörg viðfangsefni að fást við hérna leysúr á Íslandi. Já, ég held það. Ég ætlaði að vera með nöldurhotn en ég geymi það þangað til í næstu viku. Já, en þá verður það bara örfáir dagar í þingsetningu, þetta er síðasti þáttur fyrir þingsetningu. Þáttur á fimmtudaginn og svo er þingsetning á þriðjudaginn eftir rúma viku. Já, og það kannski tökum við smá greining á því hvað er í vendum. Já, nákvæmlega, þá kíkjum við undir hútlífina. Við erum nú sennilega ekki komið þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar í hendurna þá, en þar tala menn af sér. Það verður skemmtilegt að greina hana. Herriðin, kæru áhorfendur, þakka ykkur fyrir að hlusta í dag og við heyrumst aftur á fimmtudaginn. Við biðjumst aftur afsökunar á því að vera aðeins seinna á ferðinni með þátt þessarar viku. Það skýrist af því sem við fórum yfir í byrjun þáttar. En við mætum hér galvaskir með nýjan þátt á fimmtudaginn. Þökkum ykkur fyrir að hlusta í dag. Bless, bless. Bless.